Komið sæl og verið velkomin í jóladagatal Borgarbókasafnsins. Ég heiti Kjartan Atli Ísleifsson og sagnfræðingur og þetta mín fyrsta bók sem ber heitið Skrifarar sem skreyttu handrit sín, alþýðulist og skreytingar í handritum síðari alda. Nú eins og yfir- og undirtitill verksins gefur til kynna þá fjallar þetta ýmiss konar skreytingar og myndrænt efni sem birtist í handritum sem talað með síðari alda en þar einhverjum tímabilið undir frá lokum 17. aldar til upphafstegrar 20. Nú þetta á þeim tíma þegar Íslendingar eru hættir að skrifa handrit á skinn og farnir að nota pappír. Og prentið einnig komið til sögun, það byrjað að prenta bækur á Íslandi á þessum tíma en handritið og handritið efni lifði vel alveg fram yfir aldamótin 1900. Þessi bók hún afrakstur svona, ég hef síðustu árin verið að rannsaka skreytingar í handritum frá þessum tíma og þetta svona afraksturinn af því. Hún gefin út hjá Háskólaútgáfunni og hluti af ritröð sem heitir Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar sem hefur komið út frá árinu 1997 og þetta hvorki meira minna en bók nr. 35 í þeim flokki. Nú, ég skipti bókinu upp í þrjá megin hluta. Fyrsti hlutin svona það nokkurs konar yfirlitsnálgun á efni þar sem helstu flokkar eða þemuskreytinga sem birtast í handritum frá þessum tíma eru kynntir til leiks og þetta þannig hugsað að eftir lesturinn þá fá lesandinn nokkuð góða innsýn inn í hvað höfundar skreytinganna eða skrifararnir voru að fást við. Annar hlutin öðruvísi, þá það meira höfundarleg nálgun, þar farið þar eru skoðaðir þrír einstaka skrifarar. Hérna svona meira farið á dýptina og með svona nálgun þá getur maður skoðað efni frá öðru sjónarhorni og hér hugmyndin kannski svo að reyna að átta sig á því hvers vegna menn og fólk ekki bara skrifa upp handrit, heldur einnig skreyta þig, af hverju fann það sig knúið til að bæta skreytingum við þessi verk sín. Nú og svo þriðji hluti bókarinnar sem svona efnismestur, það skrá með yfir 300 skreyttum handritum þar sem að öll handritin eru tilgreind og þeim skreytingum sem þar að finna lýst nokkuð nákvæmlega. Og það má kannski segja að þetta sé svona afrakstur þeirra vinnu sem ég hef verið að gera undanfarin ár því að mjög mikill hluti þessar rannsóknarvinnu fór ég að leita uppi skreytingar í handritum. Og þessi leit miðaðist við skal ég segja ykkur handrit sem í eigu Handritasafns Landsbókasafns Íslands og sem varðveitir 15.000 handrit en skreytingar eru ekki mjög vel skráðar í safnkosti safnsins þannig að það fór mjög mikill tími að finna og þefa uppi skreytt handrit og í þessu ferli þá hefur flett mörg hundruð handritum í leit að skreytingum. Það má alveg fundið það að þessi bók sé frumrannsókn en þetta efni, skreytingar og myndrænt efni í handritum á þessum tíma hefur mjög lítið eða sáralítið verið rannsakað. Og þetta auðvitað fræðiritt eða sagnfræðirannsókn en það var einhver síður það var reynt að ná til sem flestra og ég tel að bókin sé ekki mjög þungu máli og þetta auðvitað bara stór partur af íslenskri menninga og listasögu. Og þar að auki eru 150 litmyndir í bókinni og nánast enginn þeirra hefur birst á prenti áður.
Þannig að það mikil fengur í því að fá þetta útgefið. Þannig að, já, ég hvet alla sem hafa áhuga á íslenskri myndlistar og menningarsögu og sagnfræði og sögu yfirleitt að kynna sér þetta verk og með þeim orðum þá ætla ég að ljúka þessu og óska ykkur öllum gleðilegra jóla. Takk fyrir.